Börn og starfsmenn á barnaheimili í Rúmeníu klæddust íslenskum lopapeysum þegar þau skreyttu jólatréð í ár. Peysurnar fengu þau að gjöf frá kennara á Húsavík. Guðrún Kristinsdóttir vildi gera eitt stórt góðverk á árinu og setti hún sér það markmið að prjóna lopapeysur handa starfsfólki og íbúum SOS barnaheimilis í Rúmeníu. Við litum við hjá Guðrúnu í október. Þá prjónaði hún í kapp við tíman enda vildi hún koma peysunum til skila fyrir jól. Og það hafðist því 57 peysur ásamt þvottaleiðbeiningum skiluðu sér á leiðarenda. Ja zavedem noi jewels of the north. On Iceland. Pronunțăm bine. Fréttastofa kíkti í heimsókn til Guðrúnar í dag og sýndi henni myndefni sem var tekið við tilefnið. Svo kannski klæjaði myndefni sjálfs. Ég átti aldrei vona að geta séð þetta svona með eigin augum. Krakkana í peysunum að leika sér og skreyta jólatréð. Þetta er bara magnað. Guðrún prjónaði sjálf 45 peysur og fékk svo aðstoð við einar 12 í lokin. Þá var smá stress á lokametrunum en í ljós kom að eitthvað fór úrskeiðis í talningunni. Ég taldi 2 og alltaf stóð að þannig að vantaði eina peysu. Þannig að það flytja upp að henni á þriðjudagskvöldi og hún kláraðist hádegi á fimmtudag. Peysurnar voru svo sendar af stað á föstudeginum. Þetta er frábært, bara dæmum hvað hver og einn einstaklingur getur gert fyrir þá sem þurfa á því að halda. Ég bara, nú klárast ég. Eftir þetta, ég er búin að horfa á þetta og vita allt komin á leiðin þetta. Ég er bara ægilega þakklátt. Guðrún er þó hvergi nærri hætt og er þegar byrjuð á verkefni næsta árs. Ég byrja að nýta afgangana í vettlinga. Þannig að ég sendi þá ekki bara að ári. Svona. Og ef bætist inn á heimili þá kannski fyrir 1 eða 2 lopapeysur með. Þetta verður kannski bara verkefni næstu ára. Alltaf að bæta 1 og 1 peysu við. Hvað veit maður? And so we are very thankful to her. 57 sweaters is a lot of effort and I think she's now our hero. So we are inviting you at any time to visit us and to support us. So Merry Christmas everybody.